Já, Nonni minn, ég ætla að reyna að svara fyrirspurn þinni. Þótt hún sé ótrúlega víðfeðm. Þú voru að fyrirgefa þagnir því ég að treysta á minni mitt sem orðið fremur ryðgað. Og samt finnst mér eins og sumt kunni vera satt, þótt satt sé fremur afstætt hugtak. Og kannski sumt bara uppspuni, en uppspuni líka afstætt hugtak. En ég man fyrst eftir mér fyrir margt löngu. Sem kann að vera tómt bull, en mér alltaf fundist það. Svo sem eins og segir í skólablaði Nemendafélags Tónlistarskólans 1971 þegar ég var formaður þess. Í viðtali við Jón Kristinn Cortes hafði við formanninn. Það var mjög undarlegt viðtal. Enda líka var maður tvítugur mjög undarlegur. En þar segir meðal annars að ég hafi lesið einhverja sögu. Já, skólablaðið hét Ýmir. Þar segir ég að lesa einhverja sögu mann sem bjó í helli í Himalajafjöllum, held ég, og var að glíma við hugsanir sínar. Þar á meðal þessa spurningu, hvar mannshöfðurinn? Og þá hefst sagan. Einu sinni var gamall maður langt Austurlöndum sem fann hvöt hjá sér til að leggja land undir fót, líkt og í leiðslu, líkt og gerist í leiðslubókmenntum, samanber Virgil og Dante. Og hann stikaði við fjöll á fyrnindi og fann helli. Þar var fleti og eldglæður á gólfinu eftir sem skildar hafði verið eftir af síðasta ábúanda hellisins í skautimói jarðar í himinháu fjalli. Og hann lagðist til hvílu, hugleiddi líf sitt, gott og vont, sem líka afstæð hugtök. Og hélt bara að hann væri að fara til Guðs. En þá heyrir hann hundgá og kemur ekki
ferfætlingur og flaðrar upp hann og leggst í fleti hans í skauti móður jarðar í himinháum fjöllum og lætur vel að honum. Og ekki nóg með það, heldur næsta dag koma 3 munkar, ungmunkar, færandi hendi. Buðu honum upp á hrísgrjón og annað lostæti. Og við það reis þessi gamli maður upp við dogg, svona rétt áður en hann dó. Ungmunkarnir ekki bara kalla á kanúka. Settu bara flötum beinum á hellisgólfið og tók að spyrja gamla manninn, spyr honum úr, meðal annars þetta. Á hverju ertu hingað komin aftur? Þú fórst daginn. Fórstu Guðs, nú ertu komin aftur. Nei, ég fór ekki til Guðs, ég var að koma. Og hví eru þið að trufla mig? Já, við erum bara að læra af þér og þinni visku og þinni lífsreynslu. Þá settist gamli maðurinn upp í fleti sínu í skauti móður jarðar í himinháa fjalli og svaraði fyrirspurnum þeirra. Eftir bestu getu, þar á meðal spurningunni, hvað mannshugurinn? Hann sagðist ekki hafa hugmynd það. Svo fóru þeir, nema ferfætlingurinn varð eftir, í fleti mannsins, í skauti móður jarðar, í himinháum fjöllum. Og í fjarska heyrði hann bjöllur, bænabjöllur og málmgjöll og gong og langa lúðra sem spiluðu mjög djúpa tóna sem bergmáluðu fjöll og fyrnindi. Þá hugsaði gamli maðurinn, það hlýtur að vera klaustur hér í nágrenninu. Og daginn eftir komu kanúkarnir aftur með fleiri gjafir, fleiri hrísgrjón og góðgæti. Og sátu flötum beinum við fleti hans í skauti móður jarðar í himinháu fjalli og spurði hann spjörunum úr. Svona gekk þetta hríð. Þar til einn góðan veðurdag að ekkert heyrðist meira í klaustrinu. Heyrðist ekkert í bænabjöllum, málmgjöllum, gongum og djúpristum lúðrum. Og engir komu kanúkar að spyrja hans spjörunum úr. Þá lagðist gamli maðurinn á bakið og dó drottni sínum. En sagði áður við sjálfan sig,
Drottinn, í þínar hendur fel ég anda minn. Fætlingurinn haggaðist ekki, en gat svo ekki meir og hvarf og braut og heyrði með sperrt eyrun hljóma í fjarska sem hann kannaðist við. Já, hundurinn hljóp yfir fjúkandi hæðir á frostkalda mela niður dalverpið. Hljóp á hljóðið. Þar til hann kom við veglega borg. Þar kannaðist hann við þá tónlist sem hann hafði alist upp við. En góðhjörtu hjón tók hann í fóstur og gaf honum að eta og hlúðu að honum. Nema eitt góðan veðurdag hugsar blessað dýrið, Drottinn, í þínar hendur fel ég anda minn, og dó og úr þessari sögu. En sál hans var á sveimi og þegar þessi ágætu hjón eignuðust dreng, þá hljóp sál hans í þennan dreng. Hann óx úr grasi og tók vel á móti kanúkum sem komu í hverri viku með ölmusu skála sínar, svo það getur haldið áfram að biðja fyrir mannkyninu og syngja Drottni lof og dýrð. Þegar hann stálpaði örlítið, þá eignaðist hann vin meðal kanúkana sem talaði fallega til hans og sagði við hann einhverju sinni: fylgdu mér, ég skal sýna þér tónleikahöllina eða musterið okkar í Lhasa. Hann gekk með kanúkunum og fékk að tylla sér niður í forgarði musterisins. Og þar heyrði hann þessi litli drengur dásamlega tónlist, bænabjöllur, málmgjöll, gong og þrumandi bassalúðra. Svo líður og býður. Þar til kanúkinn vinur hans segir við hann: komdu, ég ætla að sýna þér svolítið. Og lauk upp dyrum að víðáttu miklu herbyggi. En þar voru hljóðfæri
í öllum hillum, í hólf og gólf. Bænabjöllur með bilaða kólfa. Málmgjöld sem þurft að fæja og lúðra sem þurft að laga. Og smátt lærði hann að fara með þessi tæki og tól öll sem þurfti til viðgerðar. Og þar undan hag sínum vel. Löng þögn. Alla ævi reyndar. En svo dó þessi kanúki og hljóðfæravörður. En sagði áður en hann dó, drottinn í þínar hendur fel ég anda minn. Nú voru góður ráð dýr, hugsaði erki munkurinn. Og brá sér á tal við drenginn sem var hann stálpaður og sagði við hann: Vilt þú nú ekki taka við hljóðfærasafninu okkar og laga það eftir þörfum svo við getum sungið Guði dýrð og leikið á þessi hljóðfæri. Og það varð úr. Og þar starfaði þessi drengur eða maður alla ævi þangað til hann fann að nú væri komið að endalokum og þá sagði hann: Drottinn í þínar hendur fel ég anda minn, og hann dó. Og nú einhver undarleg eyða í þessari frásögn. Ég veit ekki hversu löng hún er. Hún gæti verið 1 ár eða 400 ár. Hef ekki hugmynd það. Eða eins og skáldið sagði: Fyrir þér er 1 dagur sem 1000 ár fyrir þér er 1 dagur sem 1000 ár og 1000 ár dagur eða meir. Flóttamenn bæði í norðri og suðri í Myanmar, þeir hétu Burma, í óskaplega bágt. Að allt sé enn í rúst í Sýrlandi. Og Íranir séu farnir að endurvinna efni til þess að sprengja eitthvað í loft upp. Að
forseti Rússlands sitji í sínu hásæti og haldi áfram landvinningum. Og forseti Bandaríkjanna sé sér enn og aftur til skammar og kveiki ófriðarbál hvers sem hann snýr sér. Og mér verður hugsað til þess, alls þess fólks sem á ekki þak yfir höfuðið. Og ekki mat og ekki mjólk. Ég botna ekkert í því af hverju þessi jörð heldur áfram að snúast. Og sólin að skína á okkur af og til. Mig dreymdi líka þegar ég átti þak yfir höfuðið í fyrsta sinn. Og það var að Klapparstíg 26 í Reykjavík, á Íslandi, Fannalandi. Og það þak, undir því þaki fæddist ég foreldrum mínum í apríl 1951. Það var góður andi í þeirri litlu íbúð og ekki síður á næstu hæð fyrir neðan það sem fréttastofa útvarpsins hafði aðstöðu fyrir fréttamenn sína sem kom í haflóðróu milli frétta og óskuðu manni til hamingju með að vera komin í heiminn. Að vísu væri stríð út allt og verið að sprengja þetta og hitt og hungursneyð ríkti hér og þar. Það er svo sem ekki mikið breyst á öllum þessum árum, 68 árum. En svo eignaðist ég annað þak eða foreldrar mínir á Hjallavegi. Og það áttu við lítið fallegt hús eða leigðum hríð með að verið var að byggja ennþá stærra hús. Og þar var gott þak. Ég fékk alltaf að fara og skoða hvernig gengi. Og það voru trésmiðir og píparar og rafmagnsmeistarar og ég datt ofan í kjallarapoll og var alls þar til ófriðar eða þannig flækjast fyrir. Svo reis þetta hús
því að það er staðsett þar sem það er staðsett. Þá var flaggað þegar húsið var fókald og því gefur nafn og nefnt Árvogur eftir Árvoginum fagra, Elliðaárvoginum fagra, sem nefndur eftir landnámsmanninum Elliða, sem átti allar þessar laxveiðar og Elliðavatn og allt mögulegt. Þetta dreymdi mig í nótt og ég þakka Guði fyrir að hafa eignast þetta þak yfir mitt höfuð. Ég þakka nú reynda Guði fyrir allt. Þótt vegir hans sé að vísu órannsakanlegir og óskiljanlegir. Næsti kapítuli í þessari sögu gerist í öðru fannalandi, langt norður í höfum. Svona í kringum 1950 og 1951. Og nú tala ég í fyrstu persónu. Ég fæddist árið 1951. Reyndar á fréttastu útvarpsins, þar sem faðir minn starfaði. Þær mundir var verið að stofna sinfóníuhljómsveit á Íslandi 1950-51 og vitimenn einna fyrstu hljómsveitastjórum þessarar hljómsveitar hét Jussi Jalas og var frá öðru fannalandi sem nefnist Finnland. Foreldrar mínir kynntust honum fyrir einhverja hlutasakir og svo rækilega að hann bauð þeim að koma til Finnlands, fannalands, og þau fóru í langa ferð, en ég satt eftir með bleiu á rassinum í rimlarúmi og var heldur súr, því ég var þá þegar orðin svo hændur á móður minni. En Theodóra, systir mín, hún reyndi að hugga mig og svæfa mig og Bjössa bróður minn. Það gekk ekki vel. Ég saknaði móður minnar sérstaklega eins og allt ungviði. Og gerist það eina nóttina að bleiubarnið vaknar. Stendur upp í rimlarúminu og hrópar hástöfum: Dittinana, dittinana. Það útlegst Dóra systir. Pappa, mamma, sem útlegst pappa og mamma eru komin heim. Og nú var kátt í kotinu.
kemur löng þögn sem ég þarf að njóta þessara stundar enn og aftur. Mamma tók mig í fangið og knúsaði mig eins og alla góða mömmur. Já, þau höfðu hitt Jussi Jalas í Fannalandi, Finnlandi og sótt tónleika með Sinfóníuhljómsveit Finnlands, Stockholm, Helsingfors, eins og hét þá, kannski Helsing í dag. Og skilnaði gaf Jussi Jalas þeim safn af hljómplötum með verkum Sibeliusar sem hann hafði hljóðritað, enda hljómsveitarstjóri og tengdasonur Sibeliusar. Þennan bunka komu þau hjónin heim með. En það gekk illa að svæfa mig eftir sem áður. Ég krafðist þess að mamma héldi í hönd mér og færi með bænir og syngi fyrir mig og allt mögulegt að sögn. Þá datt hann í snjallræði hug. Hún valdi eitt tiltekið tónverk úr þessu mikla safni af 78 snúninga plötum og setti á fóninn í stofunni. Þegar hún ætlaði að svæfa mig. Og seinna komst ég að því að þetta tónverk sem hann valdi hét Svanurinn frá Duonela. En þá steinsofnaði ég. Og þetta kænskubragð var notað í heil 5 ár. Og alltaf sofnaði ég því ég heyrði Svaninn frá Duonela því ég vissi að mamma var þá hjá mér. Þau Emil og Álfur höfðu byggt hús í Sofamýri eða smá íbúðahverfi sem var langt upp í sveit þá og ekkert hér í kring nema kartöflugarður og einstaka kindur, hænur, fullt af hestum hjá fáki og meira segja kalkúnar sem ég var dauðhræddur við. En þá gerast þau ósköp að ég fer að safna dósum og dollum út af alla Sofamýri. Og fann meira segja eina stóra og mikla við Suðurlandsbraut sem var á kafi eiginlega í mýrinni. Dró hann upp 5 ára eða svo, ég var ekki byrjaður í skóla. Maður var að hafa ofan fyrir sér sjálfur. Dró hann alla leið hingað heim í Árvog, eða svo hét húsið. Það sem ég hef átt lögheimili alla mína ævi, þótt ég hef ekki búið hér alla tíð, það hefur verið svona flækingur á mér. Við hliðina á Árvogi, húsin okkar, sem nefnt eftir, Elliðaárvogi, skulum við segja, og Elliðaánum, 2, stóru og litlu, og Elliðavatni, Elliðalandnámsmanni. Við hliðina á Árvogi
var hitaveitstokkur. Hann náði langt upp í sveit og alveg upp á Öskjuhlíð, kannski lengra. En handan hans var merkilegt fyrirbæri, gríðarlega stórt að mínum mati. Eins konar rafmagnsrúlla, vírarrúlla. Að vísu var allir vírar farnir, en mér fannst þetta alveg tilvalinn staður til þess að leika í og á. Og þar setti ég alla dollurnar sem ég fann upp á rúlluna og raðaði þeim upp eftir einhverjum kúnstarna reglum og byrjaði að slá í þær. Þetta voru svona eins konar málmgjöll, eins konar bænabjöllur, eins konar gong, tam-tam og slagverk yfir höfuð. Svo bætti ég úr skák og fór að syngja með. Fór að búa til einhver lög eða eitthvað og söng eins og kanúki með þessu. Mér til skemmtunar og yndisauka, en hvorki til og hugarhægðar en hvorki til lofsni frægðar. Nema þessi hitaveitstokkur sem náði hana í allar áttir, hann var eins konar þjóðbraut, sérstaklega á sunnudögum. Þá gengu fjölskyldur úr bústaðahverfinu á sunnudagsmorgnum, fengu sér labbitúr og niður hann á stokk, jafnvel upp í Árbæ sem var nú ekki orðinn að safni þá, bara gamall torfbær, sjálfsagt í niðurnýslu, þó ég muni það nú ekki. En þetta fólk þramma alltaf fram hjá þessum undarlega dreng sem var að berja dollur og söngla. Sumir stöldruðu við, aðrir héldu fyrir eyrun og einstaka menn tóku ljósmyndir af þessu fyrirbæri. Þessar menn eru til, bæði á söfnum og hér einhvers staðar í Kössum í Árvogi. Og þessi tónleikar, þessi sumartónleikar héldu áfram. Alla daga vikunar. Mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga, föstudaga, laugardaga, sunnudaga. Þetta var svo gaman. Og alltaf var maður að finna upp ný hljóð. Svo gerist það, eins og öllum góðum sögum, að maðurinn sem gekk framhjá hverjum morgni eldsnemma, eins og þegar tónleikarnir fóru fram, sumartónleikarnir fóru fram eldsnemma morgni, að hann staldrar við og segir: Já, þú spilar og spilar, væni minn. Já, segi ég. Og af hverju spilar þú og spilar og syngur? Ég bara veit ekki, það er bara gaman.
Já. Og hvað heitirðu? Ég heiti Guðmundur. Hvað ertu gamall? Ég er 6 ára held ég. Já. En hvað heitir þú? Spurði ég. Þá sagði maðurinn. Ég heiti Jón Ragnar Einarsson. Já. Og af hverju gengur þú alltaf fram hjá rúllinni og hitaveitsstögnum? Svona árla dags eða snemma. Af því ég vinn hérna bara rétt hjá þér. Nú hvar? Og trésmíðaverkstæði Reynis B. Pálssonar. Já, Jón Reyni. Hann er alltaf að smíða fyrir mig sverð og skildu og svoleiðis. Já, og vinnur þar. Já, sagði Jón Ragnar Einarsson. Ég vinn þar. Og ég komst að því, heimsótti hann oft. Og þegar hann var að smíða eitthvað á verkstæðinu, þá voðalega mikill hávaði í öllu þessum tækjum og tólum sem að mennirnir voru að nota, þá tók ég eftir því að hann söng eða raulaði einhver undarleg lög sem ég hafði aldrei heyrt. Og næst þegar hann gekk fram hér á morgni dags, þá segir hann, Jón, hvaða lög er þetta sem þú syngur þegar þú ert að smíða? Æ, Guðmundur, þetta er nú bara svona trésmíðaraul. Hvað er það? Já, þegar maður þarf að einbeita sér að einhverju verkefni, þá bara raula maður einhvern veginn. Og þá er auðveldar að einbeita sér. Leyf mér að heyra. Og Jón gerði það. Ragnar Einarsson. Og það hljómaði einhvern veginn svona. Þetta er fínt, segi ég. Ég veit það nú ekki, segi hann Ragnar, en mér finnst gott að raula þegar ég er að vanda mig. Já, ég skil það vel. Og nú kemur útúrdúr. 30 árum síðar hitti ég Jón Ragnar Einarsson aftur og spurði hann hvort að ég mætti kvænast dóttur hans, henni Valgerði. Og hann samþykkti það og frú Erla, móðir hennar. Og við Valgerður, svo hún bæði við nám í Bandaríkjunum, gengum í heilagt hjónaband og eignuðumst 2 börn. Og þeirra skal ég geti hér. Fyrsta barni hét Jón Emil Guðmundsson í höfuð og öfum sínum. Hann er stjarneðlisfræðingur og kláraði sitt doktorsnám í Princeton og er núna rannsóknarprófessor í háskóla í Stokkhólmi. Eiginkona hans er líka frá útskrifuð með doktorspróf frá háskólanum Princeton í verkfræði. Og er nú þegar orðin verðlaunaður verkfræðingur í Stokkhólmi.
Og svo eignuðust þau afastrák sem heitir Sigurður Höge Jónsson í höfuðið á afa sínum, Sigurði á Hæli í Reppum. Hann voðalega sætur. Og við Valgerður eignuðumst við doktor Valgerður eignuðumst annað barn. Stúlku sem laut nafnið Álfheiður Erla Guðmundsdóttir að sjálfsögðu, ömmustelpa í höfuðið á ömmum sínum, Álfheiði og frú Erlu. Hún búin að vera syngjandi frá því hún fæddist og núna við nám í tónlistarháskólanum sem kenndur við Hans Eisler, tónskáld í Berlín, og sísyngjandi. Og nú kemur löng þögn. Þessi sumartónleikar Guðmundar héldu áfram allt sumarið á enda og kannski fleiri en eitt. En svo fór að snjóa. Þá varð landið okkar Fannaland og þá var ekki lengur hægt að spila á slagverk upp á rúllu handan stokks. Þá víkur sögunni inn í húsið Árvog, pressetrið. Þá átti óháðu söfnuðurinn ekki kirkju, svo pressetrið var svona eins konar kapella safnaðarins fyrstu árin og þá sérstaklega kontórin sem ég sit nú í og á og er besti staður í heimi. Á kontónum las faðir minn biblíuna og önnur helgirit og tók á móti syrgjendum og fólki sem ætlaði að gangi heilagt hjónaband eða vildi láta skíra börnin sín eða barnið sitt. Þá var uppi fótur og fit á pressetrunum. Það var farið að taka til og ryksuga inn í stofu og eldhúsi og alltaf hékk ég í móður minni við þau störf. Ég var þá yngstur, litla barnið. Svo þegar það var búið, þá var farið að baka og svo þegar gestirnir voru að koma, þá var skírnaskálin þvegin og setti ég hana ískalt vatn. Nei, það mátti ekki, það varð að vera volt. Og hún færð inn á kontór, en þar var harmoníumorgel. Og þegar gestirnir komu, var farið beint inn á kontór. En þá hafði presturinn skrýtt sig, eins og lög gerir ráð fyrir. Mamma settist á orgelið, presturinn tók að þylja ritúalið og barnið skýrt, eða brúðhjónin gefin saman. Alltaf spilaði móðir mín og alltaf
söng móður mín og alltaf söng faðir minn. Og þau sungu svo vel, þessi mezzosopran og þessi baritón, að þau þurfti ekkert að taka undir í söngnum. Fólk bara hlustaði. Svo var búið til stofu og þar voru kleinur og kökur og tertur. Og svo liðs, en okkur börnunum var haldið, eða okkur bræðurum Bjössa og Gumma var haldið upp á lofti af Theodóru sem var elst. Svo við trufluðum ekki athafnir með einhverju vitlausu. Og hundurinn líka. Hundurinn var alltaf settur í fangelsi með okkur. En svo þegar gestir fóru glaðir í bragði og allir ánægðir, þá var föngunum lyft út og allir fengu nammi og fínir í. En sem sagt að þegar sumartónleikunum lauk, þá leið mér nú ekki sérstaklega vel. Svo móðir mín segir við mig, á ekki bara að kenna þér á orgel, Gummi minn. Jú, það væri gaman. Svo fór með mig inn á kontór, kenndi mér að spila og ég man hvað fyrsta lagi var. Það heitir Nú blíka við sólarlag sædjúpin göld. Og ég man að það væri sétur og efrirröddum að spila við þríundum. Og ég hamaðist á þessu eins og vitlaus maður, þá hún til gætt spila þetta. Þannig hófst mitt tónlistanám, eða eiginlega tónlistanám. Það var annað. Ég var mjög orrisull. Vaknaði alltaf fyrir allar aldir. Og fór í fyrstu niður á kontór og lokaði öllum dyrum og spilaði á mig gat þangað til fólki loksins vaknaði. Sérstaklega helgar. En svo átti ég mig á því að ef ég opnaði kontórinn, hinn hljóð einangraða, inn í stofu og inn í eldhús, þá var ég að spila fyrir allu upp á lofti, systkini mín og foreldra. Og þá fór maður nú fyrst að þenja garganið. Og alltaf kom mamma niður fyrst og sagði, Gummi minn, mikið spilaður vel í morgun. Og hvatti mig til dáða og gerði reyndar alveg til hinstu stundar. En svo kom pabbi og hann þurfti að raka sig og þá kallaði hann í mig og sagði, Gummi minn, komdu upp á klósett. Og ég fór upp á klósett. Og hann sagði, sestu hérna undir vaskinn meðan ég raka mig. Við gerum það, enda maðurinn alveg óskaplega upptekinn, hann vann 12 tíma á dag. Ég naut þess að vera með pabba undir vaskinum. Og nú sagði hann, nú ætla ég að kenna þér ljóð og þú lærir það. Og hann kendi mér ljóð og annar ljóð og þriðja og hellinga ljóðum og ég átti þetta allt upp eftir honum og æfði mig í ljóð á daginn. Svo spurði hann mig að morgni þegar hann var að raka sig næst, manstu ljóðu sem ég kendi þér í gær? Já, sagði ég, vola montinn og fórum með það. Og ég man það alveg nákvæmlega þegar ég lenti í skólaljóðunum
Í Breiðagerðisskóla þá kunni ég flest öll ljóðin þar utan að og það þótti nokkuð merkilegt. Það var ekkert merkilegt, en mér fannst það ekki. Og þegar fyrsta ljóðið í skólaljóðunum birtist mér, þá var það hljóðað svo. En væri ég söngveri syngi ég ljóð, sólin og vorið og land mitt og þjóð. En mömmu ég gæfi mín ljúfustu ljóð, hún leiði mig verndar og mér svo góð. Og undir þessu ljóðu stóð Páll J. Árdal, en hann var langafi minn, bjó á Akureyri og var drykkjufélagi Matthíasar Jochumssonar, þjóðskálds. Og nú kemur löng þögn. Og það vefst fyrir mér hvort ég að segja það eftirfarandi. En pabbi sagði við mig einu sinni þegar ég var undir vaskinum: veistu hvað, Gummi minn? Einu sinni varð Páll Árdal afi þinn fyrir árás, eða hvort það var Matthías Jochumsson, ég man það ekki. Þá orti hann lítinn kviðling sem bara þjóðin lærði öll og kann enn þann dag í dag. Og ég ætla að kenna þér hann. Já, hann hljóðar svo og heitir Ráðið. Viljirðu svívirða saklausan mann, þá segðu engar ákveðnar skammir hann, heldur láttu það svona í veðrunum vaka, að þú vitir að hann hafi unnið til saka. Þetta þótti Gumma mjög djúpt. En svo má ekki gleyma einu. Úr því að vera að nefna börn mín, að ég eignaðist aðra eiginkonu þegar við þegar við Valgerðum fórum fyrst á bast, og svo kona heitir Renata Pescoa og hét á tímabili Emilsson, og við eignuðumst dreng. Hann nú 9 ára gamall og heiti Jóhannes. Renata núna að vinna doktorsprófi. Ég má bara ekki koma nálægt kvenmanni þegar fer viðkomandi í doktorsnám. Það nú bara svo. En Jóhannes þessi, elsku hjartanstrengurinn minn, 9 ára, hann nefndur í höfuðið á frænda mínum, móðurbróður, sem ólst upp á Akureyri hjá Laufeyju Árdal, sem tók hann í fóstur. Í stóru húsi sem hét Hamborg og heitir Hamborg enn og kannski fegursta hús Akureyrar. Og Jóhannes þessi, hann var líka haldinn svona músikáratu, og það fara mikla sögur af hæfileikum hans sem verður ekki raktar hér eða nú. En hann dó ungur í Kaupmannahöfn, var þá að leika undir fyrir frægustu söngkonu eða leika með frægustu söngkonu þjóðarinnar, Elsu Sigfús, í Tívolí,
og var fyrir hörmulegu slysi og dó. En Jóhannes sonur minn, hann hefur aldrei, það einkennilega við þetta alls saman, hann hefur aldrei getað látið píanó í friði fara og alltaf síspilandi. Alveg frá því hann heyrði mig spila, þá vildi hann fá að læra að spila píanó, var þá að læra á fiðlu, en honum þótti það ekkert gaman. Hann vildi bara spila píanó og gera enn, sér til hugarhægðar. Og nú kemur önnur löng þögn. Kæri Nonni, þú lagði fyrir mig spurningu. Víðáttu mikla spurningu. Og þá fór ég að hugsa. Og ég hef hugsað svo mikið undanfarna dag að ég varð eiginlega bara að svara henni, þótt þú sett fjarverandi, sem stendur, bara til að losna við allar þessar vangaveltur og hugsanir og koma þeim frá mér. En nú komið það þér að spyrja mig spjörunum úr ef þú kærið ef þið langar til þess. Ég skal svara eins vel og ég get. Löng þögn. Sem minnir mig á það. Einu sinni gerist það, og ekki fyrir löngu, að Súsanna Svavarsdóttir vildi endilega taka viðtal við doktor Guðmund Emilsson fyrir Morgunblaðið. Úr því var held ég heil opna af blaðri í mér. Og nú ég löngu hættur að láta svoleiðis eftir mér og hef forðast fjölmiðla eins og eldinn síðastliðin 10-15 ár. Eins að heyra má og sjá má, en menn hugsa út í það. Hvað rætt svo sem hugsa út í það? Menn hafa nú annað að gera. En það veit ég. Ég bara hreinlega lokaði fyrir fjölmiðla. En Súsanna valdi fyrirsögn á þetta viðtal sem vakti mikla athygli. Eiginlega furðu og hneykslan. Þegar ég hafði sagt einhvers staðar í viðtalinu að mér líður best í þögninni. Og það var fyrirsögn þessa viðtals. Og fólk furðaði sig á því. Ég reyndi að útskýra það fyrir fólki sem spurði, en nú nenni ég ekki lengur. Það er svo augljóst.